Það held ég. Gaurið með stæla heilsar ykkur á þessum gullfallega mánudegi. Yes sir. Velkomin í Það potti. mánudagur í dag. Það mánudagur í dag. Það þýðir bara eitt og það þýðir sem Gaurið með stæla þáttur. Já, Besti dagur vikunar. Já, Mánudagur. þetta fucking, ég held það sem við erum að gera með þessu podcastu okkar, nýja podcastun okkar, er ég held að við séum að bjarga mánudegi hjá landsmönnum. Sammála. Og bara, en já, bara fucking velkomin í þátt 2. Já. Þetta er fucking historical shit in það sem er í gangi. Yes sir. Það er alveg smá síðan við tókum þátt eitt upp. Við tókum hann upp alveg langt fram í tíman, sko. Alveg komum 3 vikur eða eitthvað. Og nú er allir búin að sjá hana stæla vídeóin, auglýsinga herferðina. Það var bara geðvögt, fólk tók mjög vel í það, sko. Já. Við vorum með stæla við alla þessa celebs. Það var fucking geðvögt. Gaman að hitta alla, sko. Geggjað. Og bara mjög góða viðtökur og endilega láta okkur vita líka bara það ekki, bara láta okkur vita hvernig ykkur finnst þátturinn og þannig type shit, ekki? Bara kommenta á Spotify og kommenta á TikTok og Instagram hvað sem er, segja bara eitthvað, hey, já, ég fílaði þetta shit, ég fílaði þannig lið, Ingi fáið, eitthvað svona, Þú þótti sér að segja, hey, þetta fucking sökkaði, please bara gera það. Fílaði þetta Ingi var þarna eitthvað, græðar þarna eitthvað. Nei, þarna er alright, við erum að fara fucking, annar þáttur að fara í gang, við erum með fulltan liðum, við erum með eitthvað á liðunum sem við vorum í fyrsta þætti, við erum að fara í hvor er betri, við erum að fara í sturtu hugsanir. Rétt. Og eru nokkri nýju liða líka. Já, en hvað lið er þú að fara í sem að þú fórst líka í gamla? Við erum að fara í, er þetta skríti og... Og bitte, ekki segja nýja. Svo kemur bara surprise. Við erum að fara í eftir þetta skrítið, hvor er betri og sturtu hugsan Tomma, þeir liðir haldast. Svo ætlum að fara í 3 nýja liði og við erum ekki búin að segja hverjum öðrum hvernig þessi nýju liðir eru, sko. Nei. Þannig að það er mjög skemmtilegt, sko. Það er mjög spennandi. En ég ætla að byrja þetta á smá svona, ekki alveg lið, ég ætla að byrja þetta á smá bara svona stemningu. Mér langar að fara aðeins yfir, sko, þetta er smá áhuga með mér. Nöfn á Íslandi, íslensk nöfn. Okay. Það er svona, veitu hvað mannanafnanefnd er? Já. Það er svona nefnd sem að samþykja alltaf ný nöfn, skilur. Einu sem mátti ekki heita Ingi. Okay. Það var einhvern veginn, þetta er alveg basic nafn, en kannski Ingi með 2 ennum, eitthvað svona skrítið nöfn. Það er ekki fólk í einhver nefnd sem að samþykja alltaf þessi nýju nöfn. Og ég er með þarna lista yfir öllum nýjustu nöfnum sem hafa verið öllum nýju nöfnum, sem hafa verið samþykkt. Þannig ég ætla bara að fara í nokkur svona skell. Málið, þessi nýju nöfn, það er búið að samþykkja fullt af nöfnum, en þessi nýju nöfn, þau eru alltaf ógeðslega fyndin, þau eru alltaf ógeðslega skrítir, eins og til dæmis bara nýjasta nafni, 20. janúar 2006. Friðálf. Í Karlkinsnafn, það er þetta beiðni eiginnafnið Friðálf er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafni, skal Friðálf með vaff í endan. Karl. Já, bara blessaðu, hver er að mæta eftir? Að Friðálfur? Þegar þú segir þetta svona, þá er þetta alveg fínt, sko. Friðálf var skrítið, en Friðálfur Ok, það má heita Styrkur er að mæta. Það er samt bara svolítið þessu stefnir við neikar. Já, shit, Styrkur. Það er samt alveg óra nafn, sko. Já, það er hvert Styrkur, þetta er eins og eitthvað svona sonur Gummi Emil. Það er líka nett rapnafn, sko. Já, Styrkur. Ásbrandur. Já. Millinafnið Gletting. Bara Ása Gletting. Hrimur. Draumur. Það má heita Draumur, það er það fokkin nett. Draumur Jón, Draumur Steinn. Það er alveg nafn. Draumur Freyr er að mæta hann eftir. Það er fokkin nett þetta, ég gæti alveg að skoða þetta. Þetta er oftast bara eitthvað tippa, hár, punks, eitthvað. Já, Rani Mosk. What? Rani Mosk. Ok, what? Arin, bara svona Arin. Já. Tony. Tony. Já, Tony. Hey, Tony. Svo er mjög skemmt hérna, hvernskinsnafn. Beinið eiginnafnið Love, bara enska Love. Maður skrifir þetta bara Love. Maður heitir Love. Maður heitir bara Love Björt, bara Love Ósk. Það var einhver snappar eitthvað sem var ekki Binni Löfi. Löfi, er það ekki það sama? Nei, þetta er Love. Þetta er bara skrifa bara L-O-V-E. Ok. Þú veist, ég geti haldið á hann Raven. What? Raven er samþýttina. Það er fokkin nett. Hafið séð fokkin Krumma, bro. Já, Krummi. Raven, þeir eru fokkin nett. Það má heita Krummi, sko. Já, nei, ég bara segja Raven, já, þeir eru flottir, sko. Þeir eru flottir, sko. Karló, Jörvaldi. Samt, þú veist, er fólk að biðja bara, hei, má ég skýra svona með þetta? Þetta er nefnilega þannig,
það sem, nöfnum sem ég les upp núna eru nýlega búin að vera samþykkt, sko, þeir voru ekki, fólk færi ykkur hugmyndar, ykkur skrýtnir fóreldrar sem er svona, mér langar að skýra svona í Jörvaldi, tjekka má heita það, nei, það má ekki heita, ok, sendum beiðni hérna, þetta er bara svona gett pirrandi lið sem gerir þetta, ég segi svona, en Athanasius, What? Staðmáli, ég myndi aldrei hugsa, hei, ég ætla sko, en þetta fólk getur AI, AI, það má heita AI, þannig Ingi AI, það er eitthvað gæla, nei, hann er bara heitir Ingi AI. Ég get ekki ímyndum að byggja eitthvað svona stöð. Er þetta ekki AI? Nei, bara AI. Fuck it, ég spekk þetta. Já, þetta fóru fram sem bara AI. Ingi AI. AI? Inga AI. Tommy AI. Þorbirna, Ívalú, Samír, Emerentiana, hver gerir barninu sem þetta? Þú getur flókið að lesa, Ingi, þú getur glemt Ingi sem mun ná að lesa þetta, sérðu það? Emerentiana. Ég er ekki að reyna... Wow, þú bara one-shotar það. Shit, man. Ég er ekki að reyna að vera eitthvað leiðilegur, en ég myndi ekki skýra barninu það. Ertu búin að læknast á lesblindu? Þú ert eitthvað smá lesblindu? Ég er alveg smá, ég veit það ekki. Gerist á og til bara. Já, á og til, sko. Er það erfitt líð, Nei, ég Nei, það tók á. Ég fatt ekki þetta, ég er lesblindur, sko. En ég einhvern í dönsku og tók ég gult blað í staðan fyrir svona, já. Gult blað? Þú tókst gult blað, já. Gult blað heldur en venjulegt. Já. Ég reyndi að gera stundum bara upp á fönni, sko. Varst aldrei greindur eitthvað svona bara, nú ertu með lesblindu? Já, ok, er þetta bara svona eitthvað? Ég veit ekki, ég bara, já, rána, sko. Ég held samt líka hans ég með það, sko. Já. Þú svona flóttu strákur alltaf? Já, maður tekur við smá eftir því. Já, ok. Ingi finnst óþægilegt. Já, lesblindar Ingi finnst óþægilegt. Við viljum ekki Ingi sé óþægilegt. Já, skilja. Nei, jú. Þannig að, alright, en hefur ekki hendur okkur, þetta var bara svona smá, svona fyrsti liður, eitthvað svona flið. Getur ekki talað eins Krumma, eða? Krumma, já, bara hvað þeir eru... Þeir eru fokkin nettir, sko. Já. Ég verður að segja, ef Krummar eru loyal, ef þeir eru jafn gáfaðir... Ég skilta að segja krummi, kallar maður þetta ekki hrapp. Ok, hrafn. Þetta er ekki svolítið svona barnalegt að segja krummi. Ok, hrafnar, þeir eru jafn gáfaðir og 7 ára krakki. Já, nei. Og þeir eru mjög svona loyal. Og líka, ef þú gerur eitthvað steikt við á, þú veist, segjum á hendir stein í máf, nei, í hrafnin, þá man hann eftir og mun segja öðrum hröfnum frá þér og þeir munu bara púlla upp og skýta á þig eða sjá þig næst. Og svo líka getur hann að gefa þeim fullt af mat og ef þeir koma aftur og eitthvað svona over time, þá hann komaði með hluti til þín. Kannski koma með eitthvað. Og þú veist svona mikið hrafna? Oftast svona eitthvað mjög svona shiny dæmi, eins og tening eða eitthvað shit. Já, ok. Áhverju veist svona mikið hrafna? Ég veit ekki, mér finnst þið bara fokkin netti, sko. Áhuga maður hrafna. Mér finnst þið þeir eru svona óra, þeir eru allan nettasti fuglinn á Íslandi, sko. Já, svo líka örn reyndur líka fokkin nett, sko. Já. Það er samt einhvern veginn við bara all black. Hrafnin er bara all black. Já, hann er bara alltaf svart. Örn, maður sér hrafnalega stundum bara inn í bænum, eitthvað. Alltaf, sko. En örn, svona haförn, maður sér hann ekkert alltaf, sko. Ég er ekki líka til bara 100 stykki eða eitthvað. Já, bara krumma, ég er að tala um krumma, sko. Já. Ég vil tala um krumma, sko. Þeir eru allir svartir, pældi í. Þeir eru það er svo nett. Ég tala eitthvað meira um krumma. Nei. Ok. Nei, þetta er skemmtilegt, já. En er ekki bara skemmt ykkur fyrsta liðið það? Þú ert með eitthvað, þú ert með nýjan lið. Ég er með glæðin nýjan lið. Já, hann snýst dálítið það, maður sjá. Hvað heitir hann? Hann heitir Hvað er ég að gera? Ok. Ég mun spila hljóðbút sem ég er að gera eitthvað stöf þegar ég er að giska hvað ég er að gera. Og þeim munu ekki sjá, skilju, þeim munu bara gera. Já, ok. Vonandi er þetta allt. Og er þetta keppni eða? Já, nei, þeir eru semja að vinna saman, sko. En þú veist, ef þeir eru, þú veist, ekki sammála, þá náttúrulega... Já, en ég geta einhvern veginn, hvað ertu með mörg hljóð eða? Ég held ég með 5. Ok, en við getum alveg, þá getur þetta ekki yfir keppni, það er alltaf einhver að byrja. Við getum samt haft eitthvað svona giska fyrst. Jú, bara hverju finnst þetta giska? Já, jú, en er þetta keppni? Gerum það. Já. Ok, gerum það. Fyrsta hljóðið, ég vil að byrja hérna á þessu, ég held að sé léttast. Ég ding, á maður ekki svona ding ef maður á að giska? Jú. Ok, læsa hurð.
Nei. Ríða. Ríða? Já. Þetta. Ok, svarið þér aftur við mig innstunga. Já. Heyrðu, búm. Ég að stinga ristabrauð í samband. Ég var að reyna að gera þetta mjög, augljóst, skilur þú svona. Já, 1-0 reyna, ég var að passa þig. Ok. Já, ég er með það. Ok, næsta liða. Þetta er líka bara stuttu liður, við munum ekki vera eitthvað lengi, þetta er bara smá bara, ég er að testa þetta. Þú ert að... Þvottavél. Gott svar, en nei, það er ekki rétt. Þannig að spila þetta meira. Fokk er að vera það? Hvað, þú hennar það eins og setur rýðingur? Mér líður eins og sért að lyfta sófa aftur og aftur. Ok, ég er að gera eitthvað fysikalana. Ég er að hreyfa mig. Já, ok, þú ert að bara eitthvað í... Ég voru að gefa okkur eitthvað hint. Þetta er tengt hérna gymminu. Ok, backpressa, nei, ég veit. Hlaupabretti. Búm, hlaupabretti. Já, alveg hlaupabretti heima. Búm. Já, það er fokkinlega, það er svona heyrist þetta hljóð. Þetta er að fara í jörðina, sko, þetta er mjög leiligt. 2-0 fyrir mér ekki. Ok, veitu, hvað á ég að spila næst, hérna... Hvað getur spila þetta bara? Yo, ever heard of Jerkmate? It's fun, Þú ert að enná Jerkmate. Þú ert að klám, þú ert að horfa á klám. Nei, ég veit ekki hvað það var. Ok. Já, ok. Þetta gerist ekki. Nei. Þátturinn eru bannaður út af þessu? Nei. Út að henda rusli? Já, rétt. Ok, 3-0 fyrir Una. Ok, síðasta ljóðið. Tilbúinir. Ói, þetta er kúka. Kúka. Fuck. Ding. Þú ert að opna skyr. Nei. Þetta er svona tengt mat, ég skal gefa ykkur það. Ok. Þú ert að opna mjólk. Nei. Þú ert með jógúrt eitthvað, bla. Ég er að sprauta ykkur. Sprauta inn. Þú ert að sprauta sósu. Já, majónes. Þú elskar sósu, þú elskar majónes. Ég elskar sósu. Gat mér, herri, já, búm. Það var hvað, rústaði þessu, 4-0 eða? Ég held það. Búm. Var þetta ekki bara fýll liður, eða? Jú, það er solid liður. Já, þetta er skemmtilega. Hlustundu geta giskað og eitthvað svona stöf. Já. Já, þetta er Jerkmate, ég veit ekki hvað það var. Já, þetta er bara eitthvað sem tekur með. Síman og Sunnars bara, ég veit ekki alveg hvað það var. Já, fokk maður, það tekur mér. Ingi, viltu enda í leið núna? Þetta var skemmtilega. Já, skemmtilega. Vil ég yfir nýja eða classic? Kottu bara með klassikinu, kottu með þetta skrítið. Ok, eru þið ready? Ég er tilbúin. Er þetta skríti? Alright. Er skríti að hlusta bara á hana stelputónlist sem full grown man? Er eitthvað sem gerir það eða? Þú ert karlmaður. Þú ert bara karlmaður að hlusta á Taylor Swift. Ég ætla að segja nei, mér finnst það skrítið. Ég stelst oft í að hlusta á eitthvað svona, ég hef alveg 2-3 að hlusta á Taylor Swift einhvern veginn. Já, ég hlusta alveg á stelputónlist, sko. Starship er ekki minni að Starship, I'm into love. Það getur alltaf fulltakunni gæla þú veist, já, ég stelst á líta en ég myndi kannski, ég myndi persónulega ekki hlusta bara á þetta. Samanlega, ég myndi ekki bara hlusta á það. Jú, það er eitthvað sem gera og ég dæma enga fyrir tónlistarsmækisinn. Þannig að ég segi nei, þetta er ekki skrítið. Það er bara church eða hvað segir þú, Ingi? Hvað segir þú, hvað finnst þér sjálfur? Fyrst þetta var skrítið, ég hlusta bara á það. Það fer eftir bara, kannski eitthvað að honum eða eitthvað, ég veit það ekki. Hvað? Heldur það að segja eitthvað að fólki sem gerir þetta bara? Nei, bara, ég veit það ekki, ég persónulega myndi ekki gera þetta. Nei, ok, já, þetta er skemmtilegt, en ég pappa allan girls, white girl music, sko. Who run the world, girls, who run the... Það er líka gott, sko. Þetta er Beyoncé, held ég. Já. Nei, það er fokkin. Mér finnst það ekki skrítið, nei. Final verdict. Þetta er það hérna ekki. Já, er þetta skríti? Er skríti að halda með meir en ok, er þetta skríti? Er skríti að halda með meir en einu liði í ensku deildinni? Já. Í fótbolta þá, sem sagt. Já, það er skrítið. Ég þoli það ekki, sko. Er einhver þannig, eða? Já, ég var... Já, ég er svona lögbúlinn samt svona smá manni líka.
Já, það ekki það er alltaf með liðinu sem að vinna Já, það er ofta skæðilega sem að ég skal viðurkenna, ég horfa eiginlega ekkert á fótbolta en ég held með liði Já, aldrei ég En þú ekki gæja Liverpool Man U Já, ég Man U líka, ég vissi það ekki Við höfum tölum með það að vera Ok skrítið að tala ekki með hund Ok skrítið að tala ekki með dýrarödd við dýr Þú veist bara að tala við dýr bara Já, þetta er mjög góð pæling Já, það skrítið Blessaði maður Hvað segir þið? Það mjög skrítið, já, það mjög skrítið Þetta er enda svipað með börn Það er smá psycho, sko Ég tala samt ekki við börn Já, þú ert eitt af þeim Já, þú ert alltaf Ég ekki, já, ég veit það ekki Já, það er ekki svo ennum börn, sko Þú veist ekki það, ég að tala við eitthvað mikið að litlum börnum en ég bara eitthvað sælir Ef þú ert að tala bara við eitthvað barn, bara, þú veist bara eitthvað, já, segjum svo að þú ert bara að tala við eitthvað barn sem sko, þú veist, sem þessi 2 ára breytir henni ekki neitt, það er bara eins og sést að tala við eitthvað 15 ára gún, Þú hlýtur að gera eitthvað svona, já, hæ Ekki eitthvað smá svona bjartari Já, en þú veist, það er samt ekki svo, þú veist, hvað ég að segja við 2 ára barn, skilur við Hvað, bara tala ekki til börn fyrir honum 5 ára bara Tommy Frendi, hann er silent bara Nei, segjum að barnið kemur, sjá, ég var að teikna Hvað ætlar að segja? Já, flott, geggjað Já, ég var að segja, sko Flott, þetta er ljótt Frændið minn er með eitthvað YouTube-channel, hann var að sýna mér dag ég bara, já, geggjað, flottur Jú, ég kannski hendi smá, jú, já, þú veist geggjað, flottur Ég persónulega myndi ég ekki taka Ég fyrir alveg fúl honum það, sko, ég er bara Já, bara þangað til að vera alveg 12 ára Ég er bara að tala 12 ára krakka bara Já, ok Þetta fyrst þegar hittum við á vastu svona Já sannist það ekki Nei, gaman að þessu Já, mér finnst það Nei, já, það tala um hunda, eða dýr Já, dýr, já, það er skrítið, já Alright, hvað er með næsta? Já, jú, það er smá skrítið Skrítið að standa upp og skeina sér What? Heyrðu, já, en ég á eitt félag Nei, ég ger það ekki, sko Jú, kannski svona að maður hendur auka skein þá getur maður stundum gerið það Þið skeina ykkur standa upp, svona ég er svona það eini viðbúð fínt svona, gera það stundum Já, sesti bara aftur niður, sko En ég á félaga samt, mjög náinn vinur minn Nafngreindan, núna Nei, en hann sem að gerir þetta alltaf Og hann, fók ekki fyndi, hann vill meina eitt Hann opnaði sig með þetta, hann sagði eitthvað Ég ger þetta alltaf Við erum eitthvað, okkur í fokkunum Hann eitthvað, hvernig á maður annars að gera það sitjandi, Og hann finnst bara óþægilegt að gera það sitjandi Hann gerir þetta bara alltaf standandi Hann bara finnst bara langþægilegast að standa Og hann finnst skrítið að sitja, segir hann Hvernig eru þið þegar þið eru sitjandi? Þetta er fokist eitt, sko Og það finnst þú að segja það, ég skeinu mig standandi, sko What? Ég er ekkert eitthvað Skilur við? Já Er þú að konfessa það núna? Skeinið þú þið standandi? Já Ingi, þú mátt ekki vera að dissa okkur vera að pissa sitjandi þegar þú skeinir Ég dissi ykkur ef þið pissi sitjandi eins og, þú veist þeir eru að pissa sitjandi En alltaf, já Ég stend upp á skeinaverk, hvað er að því? Þess vegna það fljótur alltaf Já, hvað, ég er bara on the go Ég stend upp, skeini mér, búm, buxur upp Stugsa, fer Ég stend upp, skeini mér, buxur upp Þetta er skrítið, sko Þetta er ekki skrítið Þetta er skrítið Þetta er í liðinu, sko Nei, Já, ég segi þetta skrítið Það er bara mjög skrítið og mjög steikt að það er skali að þú varst að opna með þetta núna Ég er orðinn dálítið þreyttur á því Þið eru alltaf 2 saman hérna Og svo, við þurfum að fá eitthvað 4. í þetta podcast Þetta er svo, þú ert ósammála okkur Við erum að auðlýsa þetta 4. gaurum að stæla Endilega senda okkur e-mail gaurar@stæla.is Gaurar@stæla.is, já Það er þetta e-mail Er skrítið að borða pítsu með hnífapörum? Ég segi já og nei Ég er svo ruglaður að stundum ger ég það, stundum ekki Stundum borða ég með hnífapör, stundum ekki Ef það er ógeðslega mikið, ef það er einhver parmaskinka, klettasalat og eitthvað rugla á þessu pítsu þá ég þarf maður að nota hnífapörum Ég er líka þannig að ég verð alltaf að fá öll brauðin í einu í munnin, sko Ég megi ekki fá einhver bita sem er bara með þessu Ég verð að fá allt, ef ég er að fá einhver pítsu með fullt af einhverjum brauðum sem ég fíla að fá nóg að shita á þessu shiti, sko Ég þekki mann sem gerir þetta, sko Hnífapörum Það er bara pabbi, sko Já, reynda pabbi minn, hann líka borða, hann segir alltaf að hann borða allt með hnífapörum nema pulsur Já, það er skýta motto, sko Pabbi reynda borða líka pítsur með hnífapörum Já, þetta er svo pappalegt allir pappar okkur gera þetta, ég vil það finna Já, mér finnst þetta ekki skrítið Ég bara gerir þetta ekki, skilur Ég bara gerir þetta ekki Já, ég veit ekki Ég myndi ekki hendi þetta, sko Ég myndi ekki hendi þetta Ég segi nei, en Já, ég segi líka nei, en Ég hef alveg gert þetta
Þú veist, ef maður á einhverju crazy restaurant hérna. Þú veist svona pítsur sem eru svona ógeðslega vel gera, bara ítölsk pizza. Þú veist, þá maður eitthvað, hei, maður verður eiginlega að gera þetta. Já, 100% sko. Já, jú. En hvað, var þetta síðast það? Já, þetta var seinast. Ok, þá skulum henda okkur liðið minn. Já, ég með 2 liði. Það voru komið nýjan, eða? Já, fuck it, ég komið nýjan. Fuck it, ég hendi nýja. Þessi liður, nýji liður hjá mér, hann heitir Ef ég væri alþingismaður. Ok. Ég að koma með svona 4 hluti sem að ég myndi gera ef ég væri alþingismaður. Þetta svona, skilur, ef ég myndi ráða Íslandi, ef ég geti bara, sett ykkur ný lög. Þá bara, þetta það sem ég myndi gera. Ok, þið búin að þetta. Yes. Ég vil fá svona eitthvað skoðan á þessu. Já. Ok, númer 1. Ég myndi banna samkvæmt lögum að nota orðið LOL. Ég hata þetta orð. Sko, LOL. Hvenær notuðu þið síðast LOL? Bara árið 2012. Mér finnst þetta átt að bara vera 2012 og svo bara, þetta var einhver nokkur ár. Það kom í tísku svona 2012, 13, 14 eitthvað, 12, 13 eitthvað. Og fólk sem notar þetta ennþá, þetta var bara einhver tíska back in the day. Hætti að segja þetta ennþá in the big 2026. Hver að segja þetta svona? Ég heyri þetta alveg stundum, eitthvað svona, stundum in real life, það er ræðilegt sko, og líka í text sko. LOL. Fólk segir eitthvað, LOL. Þetta er ógeðslegt, mér finnst þetta svo cringe og ræðilegt. Þetta var bara trend að segja þetta. Já, þetta var ræðilegt og sumir segja þetta ennþá, líka bara einmitt, ég sendi eitthvað fyndið í text og ég fæ bara LOL tilbaka, mér langar bara að fokka, þetta er ógeðslegt, ekki segja þetta mig. Það er svo ljótt eitthvað, LOL, þetta er bara svona LOL og LMAO. Já, það er líka, þetta er svo mikið 2012 eitthvað, hvað veist bara. Ég er bara að vera með ha-ha-ha, eða bara ha-ha. Bro, þannig að, já, ha-ha, segðu bara ha, þetta er svo mikið disrespect að segja eitthvað LOL, sko. Líka, já, þú ert að segja laugh out loud. Já, laughing out loud, þú ert ekki laughing out loud. Þú getur sagt bara ha-ha, þá ert að hlæja, skilja. Mér finnst þetta nefnilega ekki, ég veit að þetta þýðir laughing out loud, mér finnst það þýða hvernig meiningin hittar mig alltaf. Þetta er basically svona, það var ekkert sérstaklega fyndin samt að senda eitthvað, lol, lol. Mér finnst það að vera disrespectful, ég bara, já, alltaf hata þetta orð. Ok, þetta myndi fara bara beint in the law. Já. Hvað gerist ef eitthvað brýtur þetta og segir bara lol við? Já, þetta er þetta, ég haf ekki hugsað til það í þessum lið. Hvað gerist ef þú segir lol? Við erum að tala um bara einhverja 40 skrónar sekt. Já, svolítið. Gæsluvarðhald, þú ert komin á sakaskrá. Beint á hreinu bara. Herðu, ok, þetta er númer 1. Númer 2, sem ég myndi gera ef ég var alþingismaður, þá myndi ég klámvæða menntakerfið. Veitu hvað þetta þýðir? Klámvæða menntakerfið. Ég er búin að veist að hugmynd mjög lengi, alveg sem ég var ungur maður. Góðum með hana. Það er vandamál í dag í skólum að krakkar ekki að læra ná mikið. Krakkar, námsefni er boring. Þetta er vandamál að, þú veist, þetta er vandamál hjá bara skólum. Þetta er ekki á krökkunum. Krakkarnir er ekki vandamálið. Námsefni er vandamálið. Námsefni er boring. Það sem mín pæling er að setja smá klám inn í þetta, inn í alla námsefni. Sem því að klámvæða, þá er að tala um að, ok, þú erum með stærðfræðibók. Þú veist, þú erum með plain stærðfræðibók sem stendur kannski bara 2+2 hérna, deilingadæmi. Hvað með að setja kannski nokkuð brjóst á blaðsíðuna, svona eitthvað líkama og eitthvað svona sexy, þannig að gera krakkar svolítið spennta yfir þessu. Klámvæða menntakerfið. Ingi, þú myndir ekkert vera á móti þessu. Nei, ég held að þá myndir krakkarnir eru miklu meira spenntari. Eru ekki miklu spenntari fyrir stærðfræðibókina en að veist að sjá okkur brjóst og eitthvað tótt. Veistu þið? Samt, hversu, þú veist, krakkar, Ég er ekki búin að pæla langtíma áhrif á mig. Það geti haft alltaf fræðileg, allir krakkar geta orðið brenglaðir og þannig að... Já, en þú veist, eru að tala um 8. bekk til 10. bekk? Nei, þetta er alveg að byrja bara í... ég segi það ekki, þetta er að byrja í 8. bekk. Þetta er líka 8. bekk, þá kemur svo úlingaveikininn, þannig að þá byrjum við að klámaði menntakerfi. Ég er bara að tala um bara svona, sjáu þið fyrir svona before and after, bara svona, venjuleg boring stærðfræðibók, klámvæð stærðfræðibók. Bara, 1 og 1 titt. Gera allt svolítið, já, 1 og 1 titt, er það, hvað er þetta að drepa? Ég held að þetta getur rosa snið til að auka smá svona námsárangur og svona, það ekki? Ingi, hvað finnst þér um þetta? Nei, þetta er hægilegt. Samanlega Nei, ég get ekki verið saman. Ok, já. Þá allan, þetta er bara til að, eins og sé, bara ef ég væri alþingismaður. Ykkur sem að vinnur, eða sem er að sjá um þetta. Einhver alþingismaður, þá bara endilega... Take notes. Skoðu þetta, ég er náttúrulega alls, þetta er bara náttúrulega byrjunastígi. Ég veit, gæti haft hræðilega áhrif, en þetta gæti haft svona skamtímalega svona skemmtilega áhrif. Fyrstu 2 vikurnar held ég að gegja. Ok, númer 3. Ef ég væri alþingismaður, þetta tengist líka svolítið sem ég var að tala um núna, svona saman kategóri, menntakerfið, sko. Mikið að tala um menntakerfið, sko, minnst mikilvægt að menntakerfið. Konur út í einhverja pólitíkina með þér. Ef ég væri alþingismaður, þá myndi ég vilja kenna content creation í skólum. Wow. Þannig að við myndum byrja, það myndi að fara í tíma, bara TikTok tíma, bara content creation. Bara í dag ætla að læra að gera þetta in my life. Já.
Já, það var reynda að fyndi. Á Day in my life, þá myndi bara einhver, hver að gera mikið að Day in my life. Þú myndi Óla Jóhann mæti inn eða eitthvað May eða eitthvað. Þú myndi mæti inn og bara, það bara farið helstu sound, hvað sound áttu að nota undir þegar þú ert að gera Day in my life, hvernig klippir það, hvað text áttu að nota. Það var reynda að fyndi að hafa TikTokera sem kennarana. Já, svo sketsafræði með Unnari og Inga eitthvað svona. Það var reynda mjög fyndið. Ingi kennir POV-kennslu. POV er að passa POV alltaf svona. Ég held það Þetta er reynda ekkert alveg góð hugmynd, sko. Passa á að góð POV. Já, það skiptir nátt POV. Hvernig væri tímið þinn eiginlega? Ég veit það ekki, ég held að ég væri bara góður kennari, sko. Já. Bara, Take notes, kids. Ég myndi samt ekki gefa heimavinni, sko. Nei, verður þú svona hann í kennari, þú gefur ekki heimavinni, bara heima og taka upp TikTok. Ég held að ef ég verði eitthvað með kennari, sem ég er alveg líkur að, ég er langar að listna með að vera eitthvað, ég er alveg aftan á draumsnum, eitthvað svona, kenna eitthvað. Ég veit ekki hvað, en ég er ekkert bara boring náttúrufræði eitthvað, kenna bara eitthvað skemmtilegt. Eins og þetta allir, ég geti kent content creation. Þá held ég væri svona low-key, ég væri mjög skemmtilegur sko, en ég væri svona smá strangur svona, ef einhver myndi mæta tíma eitthvað sem verður með eitthvað stæla, görum með stæla, eða bara einhver mæta óundirbúinn eitthvað, þá myndi ég bara, hey, láta hann aðeins í gang, ég var alveg svona smá strangur held ég sko. Það er líka bara fínt. En já, þetta er alveg pæling, sko, content creation, þetta er bara nýjasta, þetta er bara framtíðin, þannig að okkur ekki kenna þetta í skóla. Er ekki til eitthvað námskeið og eitthvað stöf, þú veist? Jú, ég veit það ekki, kannski er við bara að finna bara eitthvað nýja. Það er að gera þetta bara í skólum, grunnskólum. En alright, fjórða og síðasta sem ég myndi gera ef ég var alþingismaður er, ég myndi vilja byggja skemmtigarð sem myndi heita Vikingland. Eða Viking Valhalla eða eitthvað. Það sem ég finnst, pælingin er einmitt að, þú veist, það vantar eitthvað gott tourist-attraction hérna, ok, við erum með Bláalóni, við erum með Geysi, við erum með Gullfoss, við erum með eitthvað Seljalandsfoss, við erum alltaf fullt af eitthvað fossum og eitthvað bla, eitthvað fjöll, eitthvað. Hvað vantar eitthvað gott svona bandar í svona Hollywood, eitthvað svona Viking, þegar fólk hugsa Ísland, það hugsa Viking. Ég vil fá bara risastóran, það er ekki einn skemmtigar á Íslandi, einhver prumpu skemmtigar í Grafvogi sem ég hef aldrei farið út, en er ekki náttúrulega spennandi. Það var einhver skemmtigar í Smálandi sem fór á hausinn, það er Húsdýragarðurinn, en okkur vantar eitthvað huge svona túristadæmi, ég er bara að tala um eitthvað risadæmi. Þannig að úti, Já, úti. Og þú veist, það eru fucking rússíbanar og við sem þetta úti er enda alltaf, það er ekki svo ekki með vetur, en við myndum setja eitthvað svaka kerfi þarna sem myndi hita þetta aðeins upp, en svo alltaf má vera snjórun alltaf þarna, þetta er bara rosa, ég er að tala um sko high budget, ég er að tala um þetta kostar sko bara, þetta er að kosta svona 60 miljardar sko. Já, það er máli, eigum við nógu mikið pening í Já, ef ég verið alþingismaður þá ættum við nógu pening, sko, þá myndi ég bara henda þessu. Það er konceptið, þú myndir bara gera þetta. Maður getur gert allt sem er alþingismaður, maður getur hent bara 60 milljörðum með þetta. Og þannig að Vikingland, sjáu þetta ekki fyrir ykkur það? Jú. Það fylgta eitthvað svona, þetta er svona eins og Disneyland, skilu. Það fylgta eitthvað leikur með einhverju skegg og eitthvað, labbað eitthvað svona, geða tónlist, Já, þetta væri sem ég bara svona Disney. Í tækjunum, þetta er svona Disney labbarinn inn og bara eitthvað, wow, svo bara eitthvað battul í gangi og bara, heyrðu, krakkar, hérna klukkan 2 og byrja hérna, Hólmsheiðar fangilsi. Bara eitthvað sjó. Eitthvað sjó, þetta tengdi Íslendingasögurnar. Heyrðu, við ætlum að fara í Gíslasögu Súrssonar hotnið og svo er hérna Grettissaga þarna og eitthvað svona, þetta er bara geðveikt, bara Egilssaga hérna og bara, við farið þarna og bara einhver víkingar, rússíbanar og eitthvað svona battul og eitthvað kjaftaði. Ég hef farið í Disney. Já, þú farið í Disney World í Florida? Ég held að Disney World. Já, ég farið það líka. Ég fór eins og Florida þegar ég var 10 ára, 2014. Það var bara svona, ég fór með fjölskyldunni og það var bara svona garðaferð, við fórum bara í svona 6 skemmtigarða einnig ferð, það var geðveikt. Fórum í fucking Universal, fórum í hérna, í Disney World og þannig að hvað er það, Animal Kingdom, ég fór þar. Fórstu líka, já, þú fórst í alltaf þetta séð saman í það. Já, ég fór í það. Það var geðveikt, það var geðveikt, sko. Þannig að ég var enda svona smá leiðild, ég var svo lágvaxinn að ég þarna... Ég mátti ekki fara neitt. Já, ég var svo lágvaxinn að ég mátti ekki fara neitt, sko. Það var mjög erfitt, sko. Ég var alveg orðin 1,60 eða eitthvað. Já, þú var 1,60 kíl, nei, þú var 1,60. 1,90. Ég reyndi að vakna 88 kíló. Vakna 88 kíló? Já. Ok. Þannig að þetta eru -2 kíló. Síðan síðasta, já. Shit. En ok, þá bara þessi liður, þetta er stutt í liður okkur það. Við erum að halda þessum að peysi líka. Fyrst þátturinn var alveg 2 tíma, við erum að halda hann svona undir 1,5, sko. Já, með 2 tíma, það er aðeins svo mikið. Það var aðeins svo mikið, sko. En sjálft á þá sem kláruðu þáttinn, sko, bara vel gert, sko. Og hann að, líka bara hvernig fólki var að taka við þessum já, bara fæði gæðið, sko. Thanks for all the love. Thanks for all the love, En hann að, þá er pæling bara, þá er þessi lið búinn, maður bjóður að fara í næsta lið. Hver ætlar að taka lið? Ég get alveg að fara í næsta lið. Sturtan með Tomma, Sturtu hugsanir. Já, þið þekki nú þennan leik. Er ekki hérna, hvað er þetta? Tommi segði þetta. Ég Við þau segja þetta, við erum með intro-lag náttúrulega.
Velkomin í Sturtan með Tomma. Sko, ég með góðar í dag, sko. Shit, hvað er það margar? Ég með 8. Fuck. En við þurfum ekkert að fara í þær allar. Tökum eitthvað 5 eða eitthvað. Ok, eru tilbúinir? Ok, já, ég er tilbúin. Share thoughts. Ok, við þetta vorum smá að tala með svo skrítið nöfn. Já. Af hverju eru söm nöfn sem að byrja á sama staf, þú veist, Aron, Aron, skilur við? Nei, veist. Við það. Við erum tala hana sami stafur í byrjun. Það eru 2 A í, þú veist, Aron. Nei. Það þetta, þú veist, úti, staflana, þú veist, í Bandaríkjunum og svona. Þá byrja nöfn stundum á sama staf. Já, þetta ekki íslenskt þing. Nei, þannig sé ekki, ég veit ekki neitt nafn sem að, já. Af hverju er þetta samt? Þú veist, af hverju það auka A? Já, ég veit ekki, Bandaríkjunum er alltaf, ég bjó í Bandaríkjunum. Já. Það er svo stygt með nöfn, þú veist, sumir heita bara, það er svo óljóst hvað er kallkyns og kvenkyns í Bandaríkjunum, þú veist, Kim, þú getur heitið Kim kallmaður líka. Já. Maður hugsa alltaf Kim Kardashian, þú getur heitið líka bara Kim, og þú getur heitið líka Kendall, bara Kendall Jenner, það er líka þetta Kendall sem kall. Það er mjög skrítið og svo er bara alls konar eitthvað, byrjar einhvern tegum stöðum okkur, ég veit ekki. Það var svo skrítið, þess af hverju, skilur. En það er það bara alveg eins og með íslensku, íslenska er bara galið tungumál, það er fullt weird shit í nöfnum á Íslandi, 2F og 2L sem finnst þetta steikt, sko. Já, ok. Ég er líka með pælingu. Ok. Það er sagt að ef að þú, sem sagt, ég er með A4 blað. Ok. Ef þú myndir brjóta, eða ná að brjóta þetta blað saman 42 sinnum, þá myndi þetta fara, komast upp og, sem sagt, reach the moon. Já, fuck, ég hef heyrt þetta. Þetta myndi reach the moon. Ég bara get ekki trúa þessu. Þetta er ekki alveg satt. Check it. Við byrjum með þetta, ok. Einu sinni. Þið sem er að horfa, sjáu hvað hann er að gera hérna. Þú veist, ekkert. Skilja allir hvað, komstu, og brýtu blað 42 sinnum. Já, 42 sinnum, já. Þá það ná til tungsett þessi gali, en já, greinlega, ok, þú erum að brjóta 3 núna, ok, sjáum hversu oft þú getur brjótið þetta. Búm. Þetta er live tilraun í beinni. Og þetta er sko, hvað stendur það, þetta er physically impossible að gera 42 sinnum. Hvað er þetta, núna þetta? Þetta er 5 hérna. 5, ok. Þú veist, 5, þetta er bara, þetta er svona, skilur, þetta er bara ekki svona. Þetta er strax svo sem er erfitt. Þetta er 6. 6. What the fuck? Ok, 7. Ég skil ekki. Þú veist. 7. Það er ekki sjens. 7 er basically maxið, sko. Nei, þú veist, 8 er bara maxið. Hvernig stækkar þetta svona mikið? Hvernig er við í 42? Hljóma svo lítið. Ég held að það sé kjafta. Þetta er auðvitað satt, ég menna, það er einhver klárur en þú sem að, það er einhver vísindamenn að nátur, sko, sem að... En ég bara, þetta er svo... Já. Það getur ekki verið að þetta stækka svona mikið. Mér finnst ég alltaf talað vísindamenn, mér finnst alltaf galið pælið í, það er bara... Mér finnst oft, ég fæ á svo minnumhalkend, pælið hvað ég er heimskur miðað við bara eitthvað gaurar sem vinna hjá NASA, bara eitthvað vísindamenn sem fattu upp okkur dótið. Ég átti þessum þetta djúpt spjall félaginu mínum, Aron Kallan, sjá þetta Aron Kallan. Vorum á kótilættinni, þetta finnst ég að vorum á kótilættinni 2003 eða eitthvað og vorum að labba af þarna djamsvæðinu á Selfossi kótilættinni upp á tjaldsvæði, þetta er svona hálftíma labbi eitthvað, þetta er langt labbi, við löbbum og við erum bara eitthvað fullir að eitthvað og við erum að labba þarna og við erum bara tveir eitthvað, við erum að horfa á stjörnum bara eitthvað og bara erum bara eitthvað að pæla í þessu bara, wow, hvernig hann að sjá þessar stjörnum, svo fórum við bara að pæla, hvernig fokkanum finna einhverju vísindamenn upp á því bara geta reiknað út bara eitthvað fjarlægð milli stjarna og geimvísindi, pæli hvað þetta er flókið, hvernig geta reiknað bara, já þetta tungl, já þetta er svona þungt, þessi pláneta hérna sem er billjónum árum frá okkur en einhver öðru sólkerfi, hún lítur svona, bara hvernig fokkanum finnur þetta út, það var einhver gæði sem fann út alla dítanana, skilju. Ég held einmitt stundum að það sé bara eitthvað kjaftaði, sko. Að þeir eru bara eitthvað að giska, sko. Þetta sé bara samfélagskenninga. Það getur ekki verið, þá horfum við bara okkur á stjörnu, já, hún er 3000 kíló þung, það bara meikir ekki sens fyrir mér, sko. Næsta shower thought. Er minn rauður, eða bara hvítur, liturinn, sami og þinn hvítur og þinn hvítur? Sjáum við sama lit? Hafi ekki pælt í þessu áður, eða? Kannski þetta bara blátt fyrir þér. Ég er náttúrulega litblindur, sko. Þannig að þetta er definitely öðruvísi fyrir mér. Þannig að já. Þetta er öðruvísi fyrir þér. En, þú veist... Ég sé sitt öðruvísi, sko. Ok, þetta eru grænir skór. En eru grænir, þú veist, er minn græn sami... Örugglega ekki, sko. Þess vegna er litblinda þing, þú veist. Það er bara til alls konar útgáfur litblindur líka, sko. Já. Og líka örugglega þeir sem eru ekki litblindir, þeir sjáu þetta örugglega aðeins öðruvísi, sko. Þetta er alveg deep shit, skilur. Þetta er djúpt, sko. Ég held að, ættu að sjá þetta eitthvað öðruvísi. Ég veit það ekki, kannski, það er engin leið til að sanna þetta, skilur við, að við sjáum alltaf sama. Já.
Svo líka pæli hafi heyrt það eitthvað svona, það eru litir sem ekki, sem að humans get ekki séð. Já, ég það einhver sjávarliverur sem að sjá bara þá. Reyna að ímynda ykkur nýjan lit. Það crazy, sko. Þið bara geta ekki. Ég ánáttúrulega smá bara hate relationship með litum og ég litmyndur, ég fokk ekki með litum, sko. Ég var svo að tala um það, hvernig er það að lifa með litundu? Ég veit það, þetta er bara, mér finnst best að útskýra þannig, ég alltaf að fara að spurning, hvernig er þetta, hvernig er þessu litur eitthvað. Mér finnst best að útskýra þannig, þetta er basically eins og kunn ekki á litina, þetta er eins og ég hafi aldrei lært litina. Bróðum minn líka svona, við erum báðir störu litundir. Þannig að þetta er bara basically, ég sé alla liti, ég bara veit í hvaða litur þetta er, skiljum. Þetta er ekki eitthvað svona þannig að ég sé þetta sem eitthvað grænt eða eitthvað. Ég sé bara allt aðra liti einhvern veginn þið. Ég sé örugglega svipað litin þið, þeir eru bara örugglega daufari eða eitthvað, ég veit það ekki. Ég sé bara ekki skýran mun. Ég bara veit í hvað litur er hvað, þú veist, þetta gæti verið, þú veist, svona brúnn gæti verið grænn og svona. Ég ruggla mikið brúnum og grænum, rauðum og, brúnum og grænum, bláum og fjólubláum og svona. Bara svona eins og kunni ekki litina, sko. Ok. Já. Það er líf, sko. Hörðu, já, strákar. Fossar. Það eru mikið af fossum á Klaganum, það sem við búum. Og mín spurning er bara, hvernig er alltaf endalaust af vatni í þeim? Hvernig er ekki bara einhver foss búin að renna út á vatni? Það kemur það ekki bara frá bara einhverju tiny city? Það kemur bara frá... Tiny city? Þarna... Hvað svona... Þetta er ekki jöklar? Já, frá jöklunum. Það er málið, það er talað um, þetta bara kemur from the mountains. Glacier, þetta er bara glacier water. Kemur svona bara innan úr einhver fjallum og okkur kjætti. Ég meina, hann þarf að, það er ekki endalaust að klaka á snjó. Jú, þetta er bara rigning og okkur sínt líka. Það fer í vötn og þú veist... Ok, pæli í Skógafoss. Pæli eitthvað Skógafoss er feitur og stór og mikill foss. Bara triljónir lítra á sekundu bara. Þetta sé bara eitthvað gæði sem er að stjórna þessi bara með annan oftaka ég er bara að segja, hvaðan kemur þetta vatn? Þetta er bara eitthvað svona við erum aðeins heimskir í þetta er bara svona eitthvað circular life ljóst til lífi, þetta er eitthvað svona, hvað kallar þetta? Bara svona vatn fyrir upp og niður, bara svona gufa, eitthvað svona kjafta, þetta er bara skýir. Já, svo það er líka máli, þú veist, jú, samt rigning er alveg mikið rigning. Ég veit ekki, þetta er kannski aðeins. Þetta er djúpt, sko, þetta er mjög djúpt. Deep shit. Aðeins mér liti, hvernig dýr sem að skipta lit, það er fucking steikt. Hvernig getur ykkur kolkrabbi bara skipt lit? Ykkur eðlur okkur kjata, kameljón. Það er fucking nett. Það meikir ekki sens, skilur. Hvernig getur skipt lit en ekki ég? Það er fucking cool ef Ingi getur bara skipt lit, það getur svona fittað inn í ykkur svona. Já, þess pældi ég að Ingi verið bara... sem myndi alltaf bara svona, zoom einu dæmi, hann myndi bara verða eins og sófi, hann myndi svona kamuflæsið inn í sófan. Það er crazy talent, sko. Já, ég meina, crazy I don't know, þetta er nett. Því sem dýrin, I don't know, dýrin sem geta breytt lit, það er fucking nett, sko. Það er fucking nett að þau geta gert þetta, en ég skil bara ekki hvernig. Ég hef aldrei séð það samt live, sko. Er ekki eitthvað svona kameljón eða eitthvað kjæft það? Jú, kameljón, octopus. Fullt af eðlum og eitthvað. Já. Einmitt, svona kamíljón. Ég bara skil þetta ekki. Ég veit, þú veist, ef ykkur það er væntanlega eitthvað svona, útskýring fyrir þetta. Já, við erum bara ekki alveg með greint þessu í það, sko. Já. Svo er hérna síðasta, Bluetooth. Það er líka bara eitthvað sem ég skil ekki. Já, hvernig er símið þinn núna tengdur? Skannar og Bluetooth, ég hef sem þið fengið bara svona djúpt bara þunglindiskast bara ég bara skil ekki hvernig það virkar. Ég var bara að skanna minn í vinnun einhvern veginn bara fyrir svona mörgum ára síðan. Komur með eitthvað svona, bara ég hafði gert þetta bara daglega í marga mánuði, bara með eitthvað kort. Svo einn daginn bara og ég svona pældi aftur í sig, hvað? Áttu eitthvað svona moment, svona vísinda moment, eitthvað sem ég hugsa bara hvernig fokkanum, okkur er þetta svona sjálfsagt fyrir okkur, fatið? Við erum alltaf að skanna eitthvað shit. Það er líka máli. Þetta var gett basic fyrir okkur. Fyrir svona 30 árum var þetta ekki til. Það var ekki að skanna neitt, sko. Nei, þú veist, hvernig er þetta allt í einu til núna, bró? Bluetooth, það er eitthvað í loftinu hérna. Þetta er eitthvað svona, þetta er eitthvað með hérna gerfuhnetti og það er eitthvað að gera eitthvað og bla bla bla, þú veist, þetta er crazy, sko. Þetta er fucking steikt. Ég held sem með eina viðbútt. Já, ég er hérna með bara hvernig fá mannkynið frá 0 upp í 8 milljarða. Þú veist, ok, við vorum einhverjir litlir tadpoles og svo allt í einu vorum við þetta og svo vorum við komnar á landið. Hvað er margir, ég ætla að googla, hvað er margir sem hafa búið á jörðinni bara ever? Þú veist, hvað er margir humans, þú veist? Það er örugglega. How many ég ætla ekki að sko 20 milljarða? Já. How many humans have ever lived? Það er náttúrulega erfitt að giska. Hörðu, miklu meira, giska meira. 120. Já, basically. 117 milljarðar have ever lived. What? Since the emergence of Homo sapiens around 190,000 before Christ. 190,000 ár? Já, basically, eitthvað hannig. Þannig 100?
Og það var 117 miljón, það fokki mikið. Samt, what? Þú veist það hafi ekki einu svona 1.000.000 manns búið á Íslandi. Nei, maður. Það var kannski bara eitthvað, já, ég held ekki, sko. Pældi hvað það lítið. Það er svo, já, það er mjög skrítið. Það er svo mikið fólki, en samt það eru bara 400.000 á Íslandi. Eru komin upp í 400, þú veist, Já, ég held þessum 400, já, ég held þessum 400. Já, það erum að skriða upp í það. Já, kannski. Going up. We're going up. Já, nei, þetta bara steikt, þú veist, ímynda mér alltaf bara mann, konu, búm. Það fjölga sér, búm. Svo náttúrulega twins líka, það farið 2. Og annað 3 líka. Já, mér finnst þetta bara smá gali hvernig við fórum frá 0 upp í 8 milljóna. Já, þetta áhugavert, sko. Þá er þetta bara komið. Þá sjáast það, sko, er ég næstur með liðið það? Ég skal hægt í lið. Já, rændi í nýðaliðin. Já, shit, þú varst aðeins að. Já, tökum við liðin hans Inga og svo endum við á hvor er betri. Já. Hann er eitthvað góður í dag, sko. Já, til það. Hver er með betra lag fyrir þessa ástæðu? Aðstæðu. Í þessu ástandi. Skilurðu mig? Ég spila lag. Aðstæðum, frekar. Aðstæður, já. Já, aðstæður. Skilurðu mig? Já. Ok. Þannig, þetta er svona basically hvor er betri. Já. Hver er með betra lag fyrir þetta situation. Skilurðu mig? Já. Ok. Eru þið tilbúinir það? Já. Hvaða lag eru að spila kærastæðin hætti með þér? Ok. Nú við þurfum svona að passa hvernig ég er hræddur copyright, sko. Það málið. En ef við ekki höfum það íslensk lög only, held ég, sko. Því að íslensk lög, þau eru ekki copyrightuð, en þannig að ég held að við verðum að hafa íslensk. Ég var hræddur ég er hræddur að ef við notum ensku, þá er hræddur að verða tekið á Spotify, sko. Þannig að höldum okkur íslensk lög. Ok, fuck it. En ertu með eitthvað sem þú hendi? Já, ég er með hérna. Ok. Ég veit bara ég mun vel eitthvað með Flóna, sko. Já, reyndar. Hvað ætlar að fara í eitthvað emotional? Þessi er ekki bara. Það ætlar að fara í eitthvað hart. Já, reyndar býtu. Það er ein hérna af EP-inu með Auð og Flóna sem er ekkert að... Ekki spoila þetta, maður. Hæ? Spoila lagið? Nei, fuck it. Ég vil bara... Er það ekki bara... Já, það er ekki spila? Já. Já, fuck it. Það er bara þetta. Falskar ástir. Það er bara þetta. Þú ætlar að vera ekki eitthvað emotional líka. It's a classic. Ég fór að hugsa frekar eitthvað svona, vera ekki með eitthvað hartlag en leiðum þess að hann spilast. What? Þetta er ekki eða hartlag? Hann tók þetta þjóðatíð fyrir að hann hittaði hart, sko, í brekkum. Shit, sko. Þetta er ekki eða, sko. Þannig að setjum að síðast aðstæð, þú voru bara eitthvað, hún var að hætta með þér. Hvað segir þú? Ég horf á sjálf á mig, veit alveg hvað ert með á Þetta er þetta pörfella, falskar ástir. Þetta er geðvægt. Eða eitthvað þessu. Þessi plata, við erum alltaf... Þessi plata er alltaf bara, þú veist, við erum alltaf að gleysa ykkur lög, það er svo gaman að gleysa lög. Eins og við gerum hann í top 3 liðinu með sensta þetta. Gaman að, eins og þessi plata. Allar líka bara, þú veist, Flóni 1, 2 og 3. Allar þessi blöðir, ég minna. Það er ekki ekki, sko. Þannig að, ok. Þá, já, svo þarf ég að velja lag. Kærastæðin hætti með þér. Hvað er fokkar, má ég henda eitthvað með... Ég var frekar að henda bara, veist... Ertu að henda eitthvað drillið? Já, ég var að pæla eitthvað hörðulagi, sko. Því hún var að hætta með þér, staðan fyrir að fara að væla, þá fer maður frekar bara í bara, veist, þá fer ég frekar bara eitthvað þetta, fuck, ég myndi hendi þetta What? Ok. Hvað er bara den? Já, bara hendi. Og svo bara... Já, þetta er ekki, ég er hugsað svona... Í fort með boys. Já, ég er hugsað svona, maður þarf ekki að hugsa hvort að hún hætti með þér eða ég hætti með henni. Ég er hugsað ef ég hætti með henni, þá er það bara... Bóm, bóm. Þá var ég bara beint í þetta bara. Þetta lag, þetta er svo empowering lag, sko. Fuck it, ég hendi í tala með skýt. Ég ætla að gefa Tomma, þetta er stig, sko. Ok, þetta er keppni. Þetta er keppni, sko. Ég segja að Tommi, þetta er 1-0 fyrir Tomma, finnst mér, sko. Herru, þú fékkst loksins vinnuna sem við búið að langa í langan tíma. So you finally got the job. Nei, fuck. Bara, þú veist, þið eru búin að vera að leita að vinna í ógeðslega langa tíma. Allir búin að segja nei. Svo sögðu þau já. Bara yes. Ég sko veit ekki alveg. Það eru 2 lög hérna með þessum dúta sem ég get valið. Nei, ég vel bara betra lagið. Ok. Alright. En við ætlum að það reyna að halda þessu íslensku en, jú, þú vonandi að það er ekki copyrighted, sko. Nei, slögt á bara á þessu. Nei, þetta er ekki góð.
Ok. Jú, fuck it, já. Þetta er alveg rétt, sko. Ég búin að glemja, I'm a boss. Fyrst við erum byrjaðir, já. Þetta er geðvægt lag, já. Ok, vonandi verður þátturinn ekki tekinn yfir Nei, við sjáum bara til. Ok. Annars köttum við þetta út eitthvað. Ég vissi eitthvað bara eitthvað, Íslands lag. Já. Undir eitthvað. Þannig að, ok, hvaða harða lag myndi ég hendi að lenda vinnu, þú veist. Hvað er eitthvað gott íslenskt, þú veist, er það ekki bara fucking, hvað er svona hart íslenskt lag? Ég meina, ég alltaf hört ekki svona hörðulögum, sko. Eða eitthvað svona að geta svona emotional, fuck it, eitthvað með svona bubba. Þú ert alveg harður gæi, sko. Já. Nei, ég myndi að fara í uppáhaldslægi með þannig að keyrum, jú, fuck it, að fara í keyrum mitt í gang, eða? Jú. Já, þetta er stemmingslag. Fuck it. Öll lög sem byrja á keyrum er geggjuð. Keyrum inn í helgina með 12.0 eitthvað geðvægt lag. Ég er bara hendi hérna. Ný komin í að vinna bara. Frikki Dór. Veistu hvað lag þetta er ekki? Jú. Keyrum mitt í gang. Förum bráðum down. Já, þetta er perfekt. Já, það er eitthvað lag. Ok. Ég verður alveg að gefa Tomma þetta sann, sko. Tomma þetta aftur? Þetta er bara rignuna, ég nenni þess ekki, sko. Ég er bara pælilega að labba út. Bitch, I'm a boss! Já, hann svindlaði nota erlenda. Já, ég svindlaði smá, ég fattaði ekki. Sorry, ég var aðeins of, víst, þetta bró. Já, ok. En með svindli, já, ok, alltaf ekki. Nei, sorry, ég fíl ekki keyrum mitt í gang, sorry. Ok, já, Jesus Christ, maður. Já, bara drullu yfir Frikka Dór og Blass okkar líka í leiðinni. Nei, shout out Frikka Dór og Blass. Nei, ég fíla það alveg, sko. Ég er ekkert að máta heim. Frikka Dór. Vinuðinn fumblar The Two Man. Hvaða lag ertu að spila? Þú á ég að byrja? Ok, já, ég ætla að hugsa hvað... Þú tók með íslenskt lag? Já. Bara, þið farið að Two Men. Jú, ég er meitt gott. Byrju spila þetta? Þið farið að Two Men og það gengur vel en svo fumblar vinurinn þína. Ég er með perfect bara út af nafninu. Á ekki hann issi lag sem þið leiðurinn á klúbb. Ég er að ímynda að við erum hérna á klúbb. Og hann fumblar, þá varum við leiðirinn á klúbb, þannig ég ætla að spila hérna. Sko, þetta er alveg... Þetta er flókið spurning. Ég var bara svona beint bara þetta er bara svo góð meining. Og það er fleiri, þú veist... Leiðurinn á klúbb. Erlend lög sem eru góð fyrir þetta, en ég... Hendi ég eitthvað? Jú, ég hendi bara eitthvað... Leiðurinn á klúbb? Já. Þannig þú myndi vera leiðurinn á klúbb? Já. Þetta er svona djúp meining, sko. Verður ekki pirraður til vinin? Já, ég er bara mjög leiður, því að það var að ganga svo vel túmur, þannig ég myndi bara... Já. En þú, Tommi, hvað ert að setja á? Hvað er brendi? Þetta út að við vorum á túnum með Issa. Issa-væp í gangi hérna. Issa... Við vorum að deyti með tvíburum. Þannig að tvíburar með Issa og Daniel. Já. Það er ekki alveg tvíburar. Og þú fumblaði, sorry maður, en gaur. Nei, veistu hvað? Ég er búinn að gera ákveðin. Ok. Ég myndi gefa Unnar þetta. Já, let's go! Þetta er gott lag, en já, ég finnst hans mega meira sens. Já, maður leiður hann klúbb. Ertu með eitthvað fleira? Já, það er 1 í hann. Ok. Þetta gæti okkur, það er 2-1 fyrir Tomma. Ég gæti enda jafnleið. Já, annarkvort Tommy takes it all eða a draw. And you'll get him next time. All right. Já, get him next time. Litli bróðinn klára allt spagettið þitt. Hvaða lag er þessi þetta? Ok, þetta er áhugavert. Klára þessu skrítið, þetta er líka skrítið. Mjög skrítið, aldrei lent í þessu sko, aldrei lent í þessu. Veistu, jú, bara mat, skilur, bara spagetti. Ég myndi henda í... Ég er enda með svona lag. Ég er með það, ég er með gott. Þeir eru búin að vera spenntir að borða spagetti í allan dag, en svo kláraði bróðið þina. Litli bróðin líka. Hvað er þessi þá? Þetta var mjög erfið, ok. Hvað með hérna eitthvað með, ertu með eitthvað Tommi? Já, ég er með, en það er auðvitað til betra lag, en ég er með lag, sko. Ok, hvað er þetta bara? Þetta er nýs lag, sko. Þetta er með GKR. Ok, já. Ég elski GKR. Já, sjátt á þetta GKR. Hvaða lag er þetta? Þetta er... Ég þarf eiginlega að spóla droppinu. Turn that upp. Já. Þurftu bara að fá smá útrás. Útrás, ég er bara reiður. Hann var að taka fokkin matur minn. Og svo kemur núna, sko. Tilbúinir. 3, 2, 1. Það er náttúrulega bara að berja bróðin. Já, það er það sem ég koncept. Ég er að peppa mig með það, sko. Þú myndir vera brjálægir. Þú myndir
Ég myndi ekki vera sáttur, sko. Ok, ég er að hugsa eitthvað gott hérna. Já. Ég myndi segja... I like my food, yeah. Surprise. Ég myndi að hendi... Hver að gæsa, já. Ég veit hvað ég myndi hendi. Það geta mjög margir saman. Þetta er nálega myndi hendi, sko. Þetta er gott, Það er alveg flott, skilju, við viljum líka sína... Sjáðu það Gústa B. A shit stop ball. Beint við það, sko. Hann tók spagettið. Hann vill beef, sko. Þetta lag myndi að byrja að spila, bara. Það var rosa. Ok, þú myndir bara vilja beef með bróðinn? Já. Þetta myndi þýða bara beef. Núna bara beef, sko. Tók spagettið, fokkaður upp. Slagt á þessu? Ég vil spagetti. Tilbúin? Já, það er að taka ákvörðun. Þetta er final decision. Annarkvort er þetta 3-1 fyrir Tomma eða 2-2. Ég ætla að gefa Unnar þetta. Já, let's go! Ég hefði líka gefa honum þetta. Ég byrjaði illa, en já, ég komst... Ég svindlaði smá. Geðveikt. Þetta var skemmtilega liðingi. Já, solid. Mjög skemmtilega. En herri, ég var ekki að enda þetta á... Já, hvað ert þú með? Ég er með núna klassíska liðin sem að sló rækilega gegn senast. Rétt. Hvor er betri? Já, ég veist þetta eiginlega að vera besti liðin. Ég var ekki sáttur með senast að hvor er betri, sko. Og ég veit að hlustendi, það voru allir að segja ég var betri að pabbi, sko. Það er náttúrulega bara, þú ert yngir sýstir nægin, sko. Þetta er segið fólk það, sko. Já, reyndar. En það er svo bara gaman, mér finnst gaman að fólk er að segja það. Já. Og það er ekki allir bara... Ég er með, Hvað er það margar spurningar? Jú, ég er með 5, já. Ok. Já, ég segjum það. Ok. Þetta byrjar, svona, fyrsta spurningin er svolítið svipum með þetta pappadóti. Þegar þetta pappadæmi, þetta var alveg hot take, sko. Já. Hvor er betri í að passa börn? Tommi, nú varst þú að segja á það, þú varst játa það, að þú tala við börn bara eins og venjulega fullorðin mannski. Sem er svona, ég veit ekki hvað það kostar að galli, en það er allan að það spila svolítið inn í. Ég skal bara aðeins byrja. Ok. Ég hef passað mörg börn áður. Ok. Bara frænka mín, getur passað, Hversu gömul börn? Því að mér finnst ég passa mjög mikið af svona 6 til 10 ára börnum, ég hef aldrei passað unga börn. Nei, ég hef aldrei passað 30 ára krakka. Ok. En, já, ok. Svona 5, 6, 7, 8, 9, 10, já, ég hef alveg passað það. Ok. Það hefur bara gengið vel. Það bara gengið vel? Þú sé að ráða fólki vinnu, hvor verður betri? Hvernig er það að velja? Ég er bara að reyna að koma eins að þeirra. Ok, já. Þannig að þú myndir segja, já. Ég vil samt fá að heyra smá frá Inga. Ert þú búinn að passa ykkur börn? Já. Ég meina, ég ger ekkert í. Ég sko... Þetta er alltaf skemmtilegt. Ég held að þessi liður ætti bara að vera þannig að þeir þurfa að berjast fyrir því hvor er betur og ég vel svo alltaf bara. Sko, já, ég var alveg passa frænku mínar. Ok, hversu gamlar? 1? Nei, eiginlega ekki 1. Nei. Þannig ég er eiginlega samvist, ég hef ekkert aldrei verið sem aðstæð sem ég hef eitthvað 1 passa eitthvað barn. Ég er svolítið lítið, ég hef ekkert mikil verið beðin að passa. Já, Tom, ert þú 1 þá? Að passa? Já, þú eru bara 1 heima og bara mamma, pappa, djaminu og eitthvað. Og hérna, já. En svona, burtið frá því hversu oft þið hafa gert það, eru þið góðir í því, Ingi? Heldur þú góður í að passa börn? Myndir þú hvor er betri, sko? Þessum liður neytir. Málega ég held ég myndi ekki nenna því. Ok, þannig að ég er bara að fæla Tomma núna, bara út af það. Fuckar þig. Þú ert að selja þig sjálf, það er hennar konceptið, sko. Tommi má eiga þetta. Tommi, hann 1-0 fyrir Tomma. Let's go. Kemur smá, þarna. Tommi 1-0, ok. Ok. Næsta spurning. Númer 2. Hvor væri betri sjómaður? Herru, það er strax ég. Herru, í fyrsta lagi, ég er halvu vestmanningur hérna. Ég veit að margir segja þetta. En fyrsta lagi, ég skal koma hérna að sögu hérna. Mamma, þegar hún var 5 ára, hún þurfti að fara í bæinn. Hún bjó í Vestmannum, svo kom gosi. Það var bara hennar vekja hana bara. Þú mamma hennar flýja gosið? Já, hún og systir hennar og fjölskyldan hennar bara. Ok. Þurfti að flýja gosið og já, þú veist, afi minn var sjómaður, frændi minn er sjómaður, maður, systir mömmu er sjómaður. Það margir sjómaður í minni. Svo ert þú TikTok. Það strax ég. En þú ert með þetta í blóðinu, já? Ég er með þetta í blóðinu, ég hata samt að æla, sko. Ég er með þess að fekk svona fóbía. Þú verður sjóveik, segðu okkur næst frá því.
Þú ert ekki búin að æla síðan 2017 eða eitthvað? Já, ég hef ekki ælt síðan 2017. Ég var mjög nálægt í því daginn bara. En verður já, þú borðar þarna pastaði, Nei, ég fekk mér einn kjúklingavæng og það kom eitthvað ógeðslega mikið bragð og ég bara, ég hef ekki kúast mikið. Shit, það hefur drepið stríkina síðan 10 ár, 2017 pæli, það er 10 ár. Sko. En núna er ég að vinna með upplýsingar sem ég þú verður sjóveikur? Eina skipti sem ég man var þegar það var ógeðslega mikið í sjóin og þá var ég sjóveikur. En svona almennt séð verður ég ældi ekkert frá því sko. Heldur þú góður að vinna á skipi, bara svona harðar vaktir, þetta er harðar vaktir, þetta er bara 8 tímar, vinna frí 8 tíma, þú verður kannski bara vann á nætinu, maður getur ekki mikið, fer ekki mikið að sofa, þetta er bara konstant vinna sko. Getur ekki fjöluna mánuð streitt. Það væri erfitt sko. Já. Ég held sko, það bara passa meira við mig held ég sko. Að vera sjómaður? Það myndi meika meira sensi ef ég myndi vera sjómaður heldur en Tommi út af þetta er í blóðum. Getur samt aðeins farið yfir þetta, hvað vinnur hefur þú unnið? Ég vinni í húsasmiðjunni. Eitthvað meir? Slaka á, bæjarvinnunni. Já, ok. En þú, ok. Ég hef unnið við, ég hef unnið við að malbika. Það er hard labor work, ég var sweating, ég var bara svitandi. En ég var að svitna mjög mikið þar. Ok. Og þú veist, þetta var bara krefjandi. Já, þannig að við erum reynslu á krefjandi vinnum. Já, svo hef ég unnið timbursölunni, mitt. Það var líka smá svona. Já, ég var líka þar í timbursölunni, í viku. Já, í viku, ég var í 2,5 mánuði eitthvað streitt, alla daga. Já. Ok. Bera mikið timbur. Já, bera mikið timbur, þetta er þungt stöf, svitna það líka. Ég held ég hef unnið erfiðari vinnur en þú. Já. Sjómaður náttúrulega, það er krefjandi vinna, tekur á. Ok. Ég veit það ekki, ég er 1,90 kíló, ég veit það ekki, ég er betur að vera minni þegar sjóari. Ég veit ekki svona, ég er ekki búin að taka ákvörðun. Má ég koma með eitt? Ok. Sko, ég vann í timbursölunni. Við erum að ræða að ég vakna 6 á mótnana. Þannig að fyrir bílinn. Við erum að tala það. Þannig að pabbi skuttla mér í bæinn. Þetta var í Hafnarfirði, sko. Já. Ég var að bera timbur, ég menna þið sjá mig, ég er ekki svo sterk eins og gæði, en ég harkaði þetta að mér og hætti svo. En, ég er reyndar einu sinni, fór ég nætti með risa klumpa timbur í bíl og okkur gæði. Nei. Og passaði! En það kemur með þessu skilur, en ég vil ekki vera að segja að Tommi væri betri. Þetta er hver væri betri sjómaður, en það bara passa svo miklu meira við mig, þetta er í blóðinu. Hver myndi spjara sig bara? Ég myndi harkið af mig, Ég myndi bara vera algjörður. Mér finnst, Tommi er alveg, hann tegur alveg sitt, hann er alveg hörkutól, sko. Já. Þú fljótu bræði hefði alltaf haldið Tommi. Líka bara daginn, þegar ég var að, við skulum taka hann á stólinn, ég bara hélt á hann meitt. Já. Það var mjög vel gert ég það, sko. Já, takk. En sko, en mér langar að, hver er staðin eiginlega? Þetta er 1-0 Tommi. Ég vil líka að fólki sem er að hlusta endilega kommenta á hvor væri betri Spotify hvor væri betri og kommenti á TikTok þannig að hvor væri betri sjómaður Máleir, þegar þú ert sjómaður ég vil ekki vera lengi dökka mikið en þú veist, maður er að kasta net út í sjóin þetta er fokkin erfitt sko þú veist, sérstaklega þegar það er vont veður og kjaftaði sko ég myndi ekki vilja að vera sjómaður heldur þú að þú myndir bara einhvern veginn ef ég væri hana, þá væri hana bara skilur Þetta er náttúrulega, þetta er líka þú veist, já þú vart að vera alveg frekar sterkur þú veist, fyrir þetta sko, ég er ekki að reyna að vera eitthvað leiðilegur en ég er sterkar en þú Ég tek alveg 35 í bekk og myndir alveg þurfa að kjöta það smá upp mánuðatúr þetta er svona þetta er bara 50-50 Er ég ekki búinn að vinna eitt í hvoru betri hérna? Nei, sko, Tommi vann segast það sem Ingi er svolítið að selja þetta er einhvern veginn, ég held að ég vissi ekki allir í fjölskyldunum það verið sjóma og hann með þetta Vestmannaeyja blóð Pappi er samt alveg líka út að sjóa Ég með Vestmannaeyja blóði hérna sko en ég gef Inga þetta til hamingju Getur fengið eitthvað svona, þú veist, erum eitthvað hlapp eða eitthvað klapp, já, nei til hamingju Ingi, 1-1, ok
Við erum með fyrsta stiðið mitt í Hvor er betri? Nei, þú varst með eitt þannig senast, þannig eitthvað, þú lékst þannig, Reka. Já, Reka. Ég meina bara eitt þannig núna, nú komið alltaf einu sinni í Hvor er betri og kemur leiktilraun, þá þurfa að leika, sko. Alltaf einn spurning, sko, ok, hún hljómar svo. Hvor væri betri í að yfirheyra? Bara, þú veist, lögga, hvor er betri í það að ná upplýsingum, að fá glæpamann til þess að játa. Nú ætlum bara að láta reyna á þetta. Já, tala í svona herbyggi. Já, yfirheysla. Þannig að nú er bara að fara 2 yfirheyslur í gangi það. Og ég er að leika glæpamann þá. Hver á að byrja? Ég ætla að lega Tómas að byrja á núna. Og þannig að... Ég byrjaði senast. Og þið, við slum ekkert ákveða hvað er að fara að tala um, því að þið ákveðið það bara. Og því að ég á að náttúrulega segja, þú veist, ég er að reyna að komast hjá þessu. Ég er bara glemmaður og ég náttúrulega ekki að segja ákveða hvað ég var að gera þannig. Þú byrjar, ættu ykkur að setja ykkur svona tónlist í gang, eitthvað svona interrogation music. Jú, mátt alveg setja. En ég veist samt að hvað varst þú að gera? Nei, það er mitt málið, þú ákveður það bara. Ég ákveð það bara, ok, flott. Já, hugsaði núna, sko. Þú ert að fara að ásaka eitthvað, sko. Þannig að detective background music. Ertu með þetta smá, no free sponsors. Má sjá, YouTube að eitthvað gena. What the fuck? Það er alltaf fokk, við getum alveg sett þessu líka bara, sko. Nei. Hvað er að gerast? Já, ég hef séð þetta. Hvað er að gerast? Let's go. Skipa þetta bara. Já. Ég ná ekki að skipa þetta. Má sjá, ég vil taka þessu. Detective background music. Þarna, já, þetta setur tónin, sko. Ok, nú er ég veist að fara í gangi þetta, ok. 3, 2, 1. 17. júní. 17. júní, klukkan er 12, Unnar Steinn. Blessaður. Byrjum bara í þessu. Hvar varst á laugardaginn 12. mars? Laugardaginn 12. mars? Já. Ég var bara að hanga með félögunum, sko. Já, bara hanga með félögum? Já. Vorum bara ekki að slækja í pleysum, eitthvað, sko. Hvaða félagar? Voru það Spider og Scorpion, eða? Nei, þetta var J-Wo og KK. J-Wo og KK? Já, bara fucking homies day one, sko. Við vorum bara ekki að borða Dominos, bara eitthvað spila pleysum. Hvað fucking kemur þér ekkert fucking við, sko? Þið voru í Breiðholtinu? Ég fucking gerði ekki neitt. Ég er búinn að segja margoft. Já, vorum í Breiðholtinu. Þú veist alltaf, þú veist hvað ég er fucking heima og þú fucking braust inn til mín. Sér þessa mynd? Já. Hvað er á þessari mynd? Bara, ég veit ekki, ég fyrir að fucking nota það. Ég ætti þess að búna ekki til, ég kannast ekki við þessa mynd. Þú, Scorpion og Sniper saman, allir 3. Já, nei. Fyrir utan Korputún, klukkan 3. Það er bara, megar ekki sens. Ég er með fjárfæðsynni, ég var í fucking Playstation og vorum að spila Candy Crush. Nei, bara Þú voru að spila Candy Crush, einmitt. Já. Það sem þið voru að gera, þið voru að selja. Selja hvað? Selja hvað? Þessi mynd sannar það. Unnar Steinn. Hvað, þú voru að koma með einhverja sannanir, hvað var ég að selja? Þú ert sekur, Unnar. Og ég veit það. Sekur hvað? Þetta er bara komið gott, skulum bara taka hann. Þetta er bara komið gott. 12:30, föstudagur, takk fyrir. Anna, ég veit koma með þetta. Já. Hann náði sig ekki úr þér. Nei, ég veit það. Var það konceptið? Já, með þú bara, þetta fór bara þess að fór. Þetta fór bara þess að fór. Ok. Já, ok, ég var alltaf mikið að reyna að vera svona pró, sko, ég var ekki, ok. En við sjáum bara hvað gerist þetta minga. Ok. Cue the music. Ok. Alright, og ég er spenntur. Tónlistin er farin í gang. 12:40. Aftur. 12:40. 09. Unnar Steinn. Blessaður. Hvað segirðu gott? Sælir, bara góð, sko. Hvað veist þér morgunmat í dag? Kemur í fokki við hvað ég fæ mér morgunmat. Einn af þessum. Ég ætla ekki að fokkin segja neitt. Gerði ekki neitt. Ég ætla ekki að fokkin segja neitt. Sér þetta hérna? Ég ætla að tala lögfræðing. Mynda þér? Mynda mig, þið get fokkin mynda mér. Hvað fækst þess fokkin mynd? Það var í vasanauðinum. Þú er fokkin leit í vösunum. Hvað er fokkanum mér þegar fokkin gera ekki sitt sem mig ekki gera, sko? Við vitum hvað það gerir. Þetta var fyrir aftan Dominos í Skeifunni. Ég hef ekki komið í fokkin Skeifuna síðan ég á fokkin... Og þessi 2 vinir einir sem eru dauðir núna voru fundið sekir af Bjarni dáinn? Já
Þú er bara búin að gefa Já, ég Þetta er bara feilur, þú ert ekki svona með Þú ert ekki svona með hérna Þú komum hvorið með eitthvað ástæð Þú bara segja að selja eitthvað Þetta er bara skeita okkur báðum sko. Já, ég er náttúrulega skeit líka Ég skeit Ég skeitur báður hérna Ég ætla að Ingi var að fara að koma með alvöru Já, ég líka sko, en ég meina ef ég ætti að velja einhver þá allar að velja en samt, þetta var alveg bara feilið hvoru fyrir steg, fokk Já, nei, ég er bara samanlega Hvoru fyrir steg, ekki gefa mig steg fyrir þetta Já Þetta er alveg smá krefjandi on the spot Já, þetta er mjög mikið on the spot, sko Þetta er improv Já, en þið þetta kom með eitthvað, þú veist ég var að hjálpa ykkur fullt, sko Já, ég veit Þið þetta ásaka mig með eitthvað, sko Þið er ekki góð löggur, sko Nei Hvoru væri betri Ok, þá er það 1-1 Förum við 4. spurningu Hvor er betri í að ljúga? Þessi er svolítið skrítin, skemmtileg sko. Ég myndi strax segja ég Ok, ég veit hvað Tómar er að fara að segja mig Málir, það er svo oft sem ég brosi svona þótt ég segi ekki en svona ljúga Skilur Ég segi eitthvað sem einhver er ekki að trúa mér En ég brosi Ég er ömurlegur þótt ég er að segja Sko Ég er ömurlegur sjálfur, sko Ég er vestur af ykkur sko Ég veit það alveg Ok, ég tek alltaf eftir því þegar þú ert að ljúga Ég veit það bara strax Ok, hvernig sér það? Hvað er það? Ég bara heyri hvernig hann talar og bara hvernig hann er að haga sér Ég bara sé það á þér, ég finn það á þér líka Ég finn fyrir þér Ok, ég vil vera að spyrja þessu Hefurðu logið að mér og ég hef ekki tekið eftir því? Já, oft Já, heyrðu, ok Er þetta ekki bara smá ljótt? Jú, Þetta er bara þetta er svona hot take því að ég meina, þú veist Þannig að, ég meina, að ljúga er alltaf ekki gott, maður á ekki að gera það en ég sagði það, en ég veit ekki alveg, maður þarf stundum að ljúga maður þarf að ljúga, bara þess að vera ekki vondur sko. Þannig að, og það ljúga allir, þetta er bara eðlilega hlutur en jú, Tommi, hvað finnst þér það? Ég er að spila smá bíf hérna milli hvað finnst þér það? Tommi er að viðurkenna það, hann er alltaf að ljúga þér Þetta er bara ekki fallegt Ekki svo þú hefur samt Nei, já, leið mér að tala hérna Það er ekki fallegt, sko Ég hef oft verið eitthvað og þú ert eitthvað, ég segi bara já, sorry, eitthvað, ég segi bara, skilur mig Ég er ekkert að ljúga, sko Ég kannski hef logið eitthvað svona En förum við eitthvað sem er best í grunninn af spurninginu Hvor er betri? Hvor er betri? Ég held að ég sé góður í að ljúga, sko Hvernig þá? Bara ég get logið Heldur þú betur en Tommi? Er Tommi ekki góð leikari? Ég veit ekki, þetta er ekkert eitthvað svona geggja til þess að vera betri en einhver í, sko en þú er svona klókur, sko Maður getur ekki verið eitthvað í, þú er betri leikari, skilur Ég meina, ég bara segja, mér veist ég vera betri, þú veist Þú er bara betur að halda feysi einhvern veginn Já, nú er ég smá að fara svona, þú veist Mamma hefur oft Mamma hefur oft hringt í mig og ég verið eitthvað fullur og ég bara Hvað er þetta að drekka? Nei, ég er bara góður Nei, ég er bara góður Heldur að hún hefur ekki verið bara, ok Og svo bara, já, hann er að skemmta sem skilur mig Nefnilega ekki Jú, allir 100% Ég held að Ég er bara komið heim Hún vill ekki vera eitthvað, jú, þú ert að drekka Hvernig er með strákunum? Bara gaman, og bara spila og mynd og, já, næst Ég er bara, En ok Þetta er bara mínu, já, svona í fljótu þá myndi ég segja Tommi, sko Ég fíla það líka ekki að ljúga Já, þú ert svo heiðarlega maður Ég er samt, strákur, ég er ekki alltaf að ljúga Ég er mjög hreinskilin gæi, sko Og lífum mjög ekki Nei Líi alls ekki mikið Ég gef Tomma þetta, eins og þetta er alltaf ekki sérstaklega jákvætt en samt svona eins og maður þarf stundum Hvernig líður að fá þetta stig? Að vera betri leikari? Er þetta eitthvað til þess að vera ánægð með? Nei, ekki endilega, skilur Ok, það er staðan svo 2-1 fyrir Tomma Ok, þetta er Gláð ekki Tommi Thank you Já, gláð ekki Tommi Þannig Tommi er að vinna núna Ok, Tommi er að vinna 2-1 Nú er rauninni, ég ætla að sjá til, ég er með einu viðbót en ef að Ingi tekur það þá þarf ég að kúkka upp á staðnum svona bráðabirð því að það verður en það má reynda alveg vera í jafntefli Nei, ok, fokk, það má vera í jafntefli Þú getur hugsað Já, ég hugsa það Ok, þessi er svolítið skemmtileg Hvor væri betri kultlítir? Ég Er það að tala um bara lítir af einhverju? Svona kulti Þetta er svona, þú ætti að vera góður því að láta fólk elska þig Að vera kultlítir snýst alltaf að láta fólk dyrka þig og trúa á þig Þú myndir búa til bara Þú myndir búa til þín Inga trúna bara Inga til 69 þannig að fólki myndir bara byrja að trúa á þig og þú ert guðin þeirra, skilur Ég myndi ekki vilja Hvað, þannig að þú ert að segja að þú voru ekki góður í Nei, ég á ekki að vera eitthvað svona gæi
Nei, En ég bara segja eins og svo að þú þarft að vera það, skilur. Ef þú Það er er ég að svona vera. típa. Ég er ekki að tala um að verður það, bara ef þú þyrftir að gera það, Nei, ég þú þyrftir skil að það, gera sko. það vel, myndur þú vera betri en Tommy í því að fá fólk til þess að dyrka þig og... Þau bara elta mig og eru bara, oh my god, Ingi. Ég meina, fólk er nú þegar alveg að horfa á þessum kvöldíti, fólk elskaði alveg út á götu og svona, þau elska alveg Inga the 69. 6ix9ine Þannig að þú ert alveg, þú nú þegar komin á smá stað með að vera þetta. Þetta er auðvitað fyrir þig að verða, að byrja þetta degi, þú byrja eitthvað köld, að vera auðvitað Fólk fyrir myndi því halda að ég sé bara einhver fáið ef ég er að byrja að vera einhver lítir, Nei, eitthvað köld. ég var mjög til að sjá það, getur þú tekið smá svona, það haldur smá ræði. Já, hvað, tekja það eitthvað? Já, Hello everybody. And we're gonna fight! Já. And we're gonna win! já, þetta er ekki með, þetta er meira Svona. svona, ég er bestur! Ég er bestur! Og svo kemur svona, Þið tróða mig, þið elskið mig, eitthvað svona. já, það er svo ljótt, sko. Hvað, þannig að þú vilt, ég er ekki að segja að þarft að gera, ég bara, eru þeir betri, bara sett í þessu aðstöð, gjörðu þetta leðilegum þær. Ég held að, Bara, ef þú myndir vera þetta, skilur myndir þú vera betur en ég? Það er basic spurningin. ég byrjaði þú, Tómi, heldur þú verið betri lítir en ég? Ég, sko, já, ég myndi alveg vera flottur köld lítir, sko. Veistu, ég er bara að pæla, hver er betra að ná þessu, þið þurfa að láta fólk koma að ykkur, þið þurfa að ná í fólk og láta það dyrka ykkur, þú veist, hvernig myndu, þú ætti að vera svolítið klári og svona, hvernig þú gera það, sko. Ég held að Ingi myndi líka vera góður í, skilur að ég bara, Á, hvað, þetta er leðilegt. já, Báðir einhvern veginn voða þetta er eitthvað. erfitt. Bara viljið Ég veit ekki ekki- taka þátt í þessu. Jú, Er það bara aftur bara hvorugur og bara, ég ætla bara að segja Ingi, ég held að Ingi verði betri í. aha. Þá er ég ekki reynilega bara betri. Ok, Já, þá, Þá tekur Ingi já, þetta. ég gef Inga þetta stegt það líka. Ég held að Ok. svona, eins og staðinu, þá myndi ég gefa Inga þetta líka, svona. Bara in real life einhvern veginn. En Þannig Það segir er að- fokkin fyndið, sko. Ég Þá einhverjum er- slopp, skilur mig. já, það væri skemmtilegt að sjá. Ég held að þú ert líka með meira lúk í það einhvern. Hann er svona með svona, Fólk er að halda á þér, það er svona 30 Já. manns bara að halda á þér. já, bara, Já. Það er að tjanta 69, 69. já, Það er mjög skrítið, sko, fólk myndi horfa út glöggum. en þá er bara jafntefli, sko. Það er bara jafntefli í dag. Getur ekki kókað upp einhverja Þið spurningu? voru hvorir betri yfirherra. Getið þið kókað eitthvað staðinum? Hvað með eitthvað sem við þurfum að leika? Já, ok, býtu, Skitum feitt, þannig að... já, ég þarf að koma með eitthvað gott. Það er þetta spott, sko. Já, hvor er betri í skák? What? Við erum báðir mjög leiðilegir í Lélegir. skápildi. Ok, Ég var nei, tóm á fuck it, fuck it. daginn í Herru, skák. nei, með betra. Hvor er betri í póker? spila báðir póker. Ég myndi... Þetta er hítið, þetta er heitt. Æ, byrju, leið mér að segja þetta hérna. Sko, málega Segðu með þetta. mig í póker, annarkvort tapa ég öllu eða tek pingu lítið heim eða tek a whole lot. Ó, wow. Já. Ok. Sko, Hvað finnst þið, Tommi? Finnst En þú þú vera veist, betri? Tommi er góður í að fá svona eitthvað smáttir í með sér, þú veist, hann er Já, meira hann er í svo consistently, en þú er bara svona... Já, ég er svona once in a while fæ ég eitthvað smá. það kemur alveg, ég er dett alveg á eitthvað hot streak sem ég er bara, þú veist, ég er bara alltaf í plús. Hvor er klókari? Hvor er svona meira bröð, eitthvað svona betra að bluffa og svona? Ég held að ég sé aðeins klókari, sko. Málega er, fyrstu mörg Úff, pókerkvöld, ég ég eftir að spila bluffa ekki neitt. Ég var bara ekki að bluffa. En svo byrjaði ég að bluffa og ég er svona, yeah, I like this. I like this, I like the kick. Það er eitthvað tilfinning, sko. Já, og annað, ég er alveg góður að bluffa, sko. Þú málega segir að er- vera betur en Tommi? Ég held að ég hef unnið minni þú. Já, Ó, örugglega. fuck, við Þú eru að erum glöina mér, ég. meiri Já, ég held pening að- eða unni meiri bara oftar. Ég held sér betri spilari, sko. Betri spilari. Eða pókerspilari. Hvernig þá? Veist, þú hefur kannski unnið mér en ég er betri í póker. Þetta meikir ekki sæð. Hvað verður þið? Þá værið þú búin að vinna mér en ég. Ef þú værir betri en ég. Sko, fyrsta kvöldum mitt í póker, ég kunni valla leikinn. Ég kunni ekki eins og leikinn, en ég var að vinna allt. Það var náttúrulega bara heppni, sko. Ég þarf að spila póker Nei. með ykkur til þess að Já, ég er alveg til að taka... Það er að bjóða mér með í Njarðvík. Já, bara gera mig eitthvað. Það er til það. Ég þarf að... Ég held að ég sé, betri póker. Ok. Þú heldur að... Ég held að ég sé betri í póker. Hvað? Hvað er með aðra spurning? Bara En koma real fyrst quick. að Nei. Tommi hefur unnið meira... Það getur ekki verið. Ok, nú er Jú, ekki það getur verið. Ég verð að Það er gefa... svoleiðis. Mér finnst þetta... Þú veist, já, ok, þú veist, ég er mjög confident. Já, veistu hvað ekki? Ég ætla að Já, já. gefa Tomma þetta.
Þannig að Tommi vinnur Hvor betri í dag hér á þessum geggjaða mánudegi Another day, another scam. Yep, Ingi was robbed Þannig að, yo chat, kommentið hvort að Ingi var robbed Fólk náttúrulega veit ekkert Sjáðu pokerfaceið mitt hérna. Það þetta máli. Ok. Ég er oft með gleru í póker. Þetta ekki pokerface sko, þetta ömurlegt pokerface sko. Ok, slaka. Þú ert alltaf bara fastur í einhverjum kar Ég sé og sérst með 2 fucking ásal. Nei, ekki að þetta brosa þannig. Hvað er það reyna? Þeir eru að horfa ekki Nei, séu við, Ingi. En hvað tók þú með pokerfaceið þitt? Tommi alltaf, já, Tommi var, ég gef Tommi miklu betri Stundum miklu betri, já Ég talaði með strákunum Einn af strákunum Maður sér á Tomma Hann var sammála Maður sér á þér stundum Ég er bara að spila mind games Ég er bara að spila mind games Mind games, maður sér hvað þú ert með Já, bara mind game Nei, þið sjá ekki neitt hvað ég með Það var 3-2 í dag, senasta liði fór sko 4-1 Tommi Þannig Ingi, þú ert alltaf að bæta þig aðeins sko Ég er að Þannig að ég er mjög spenntur fyrir næsta hvor er betri, þetta var ekki Drið þáttur og tekið þetta heim sko Já, tekur þetta heim sko Mér hvor er betri, mér finnst hann skemmtilegur Það er mjög skemmtilegur, en herrið, þá var bara komið að lókum hjá okkur í dag Já Þáttur 2 af Görum með stæla er að enda og bara takk kærlega fyrir að hlusta bara endilega follow okkur á Spotify, TikTok Mögulega, hvað heitir það? Apple Music Við erum að vinna í að koma okkur Apple Music Podcast, YouTube, ef þau eru í stöðu fyrir YouTube þá er alltaf hendi sér tæki þú veist, ef þau eru, segjum sér, einhverja par þau eru að horfa hendi Görum með stæla kvöldin, þetta er cozy, þetta er þægilegt horfa á þáttu brallar upp í rúmi undir sæng með heitt kakó en bara endilega horfið, segja vinum ykkur að hlusta að horfa, þetta ekki að við erum komin til að vera algjörlega, fucking let's do this Görum með stæla, komin til að vera þetta er ekki sem vera Görum með stæla, komin til að vera Nei, við erum alltaf að vinna með motto það sem strákar vera gaurum og stelpur að gælum Já, þetta er svolítið motto En herðu, any final words? Bara Live, laugh, love, come on Live, laugh, love Það er bara takk að hlusta og við elskum ykkur öll og Peace Peace Já, peace Já